Heyrðu, þú ert komin hennan dimmi í þriðja skipti. Já, takk fyrir það. Sá fyrsti til að koma í þriðja skipti. Já, það, já. Já. Það eru reynda tveir aðrir sem eru á leiðin að fara að koma í þriðja skipti. Þannig að... Já. Frábært að fá þig heimsókn. Já, takk fyrir það, Sölvi. Það var líka, þú varst líka sumarlegur þegar þú komst hérna síðast, mann ég. Já, þá var ég bara í fríi, held ég. Já. Hvernig leggst þetta í því núna? Við erum að taka þetta núna bara á verkalýðsdaginn. Verkalýðsdaginn, já. Já. Það er loksins komið sól úti og vor í loft og frelsið til fólksins. Frelsið til fólksins. Já. Ekki að byrja bara á verkalýðsdaginnum, úr því verið minna á verkalýðsdaginnum. Já. Það hver er þín skoðun á svona á þessu sko, maður man eftir því það hafa verið að berjast, eða man eftir því, maður hefur lesið, maður hafa verið að berjast fyrir því að vinnudagurinn væri ekki lengur en 8 tímar fyrir 200 árum eða eitthvað. Akkurat. Í frönsku byltingunni. Jú. Og hann er bara svipuð það í dag. Og þó, sko, í Evrópu er búið að setja, er það ekki 35 tíma vinnureglu. Jú, það er búið að stytta þetta aðeins. Það er svona aðeins úr 40. Og svo já, þetta er allt bara góð þessi átök sem eru milli hinna ríku og fátæku. Akkur sér þessu góð? Já, sko, án þess að hafa einhver átök verður engin þroski. Það þarf alltaf einhver andstöður til þess að vinna með. Annars er þetta bara flatneska tóm. Já. Hvernig er það sko að því þú ert þú ert nú lífsreyndur maður og manst mikið og hefur lesið mikið, hvað þessi átök sko, er þetta alltaf sömu átöki? Maður er að pæla í það sem manni finnst kannski núna, það er oft talað um þetta efsta 1% sko. Já, sem á allt. Sem á allt og er búið að hrifsa til sín dálítið mikið allt og þegar tækniframfarirnar fóru að vera ennþá meiri, þá var ennþá auðveldara að bara stækka allt og hefur þetta alltaf verið, eru átakalínurnar alltaf svipaðar í gegnum tíðina? Eftir sem þjóðfélag verður stærri, þá held ég að þetta verði ennþá meira. Ef þú ert eins og við jamna kultúrin sem að okkar kultúr kemur frá, sem er svona 6-7 ára gamall, þá voru menn bara hirðingjar og þá eru kannski bara ein stór fjölskylda á ferðalagi. Jú, það er alltaf einhver leiðtogi, en það er ekki til þess að eiga. Nei, mitt. En í nútíma þjóðfélagi þá er alltaf öðruvísi. Þannig er alltaf mörkin sko, hvenær eru hinn almennu borgarið þræll? Nákvæmlega. Og hvað þarf til þess að hann hegi meiri réttindi og hafi meiri njóti meira? Já. Og mikil vinnan alltaf tekur frá honum að njóta nema vinnan sé hans ánægja. Já. En eru ekki dálítið að siglin í tímabil þar sem að svona stærri og stærri hópur af fólki er nánast farið að setja það sem skilir það að það vill vera að vinna við eitthvað sem það hefur gaman að gera? Akkurat, nýju kynslóðnar bara frá aldamótum, það eru kynslóðar sem vilja ekki endilega eiga neitt. En þeir losna svolítið úr þrældómnum sem að við og forfeður okkar áttu við, þú veist, eiga stórt hús og dýra bíla og góð föt og vinna fyrir og skapa aðstöðu fyrir nýja fjölskyldu. Þess að nýju kynslaðir vilja bara fá að vera og njóta og er alls ekki að flýta sig að börn og þannig að þeir hafa stíðið svolítið út úr þessu kapplaupi til þess að njóta. En samt, sko, sér maður á öllum tölum og svona, það er mikið streita í samfélaginu, þannig að þetta er svona ákveðin hópur sem er kannski að stíga þess út úr þessu, en svo er annar hópur sem er að stíga enn meira inn í þetta. Við erum alltaf með kannski nýja tegund af streitu. Það eru svona þættir eins og við erum að gera núna. Akkur er það streita? Já, sko, mesta ógn við andlega heilsu, sko, nútímamannsins er ómiklar upplýsingar. Og bara upplýsingaflæði, sjónvarp, útvarp, bækur, við erum bara, það er bara ofurflóð af upplýsingum. Á hverju byggir það að það sé ógn við heilsu? Ég held að,
sko, við þurfum öll ró og vera í stað og stund án þess að vera að læra. Það mjög gott að vera að læra. Það mjög skemmtilega að sína að ungu krakkarnir sko, menn hafa haft áhyggjur af tungumálið og þekkingin væri að fara niður sko. Bara ungt fólk, bara úlingar eru í dag með orðaforða á við háskólamenntaða fólk fyrir 40-50 árum. Er það svoleiðis? Já. Þannig að interneti hefur hjálpað mikið en á móti alveg eins og bara aðstofið að leika sér, aðstofið að gera ekki neitt. Börnin og unga fólkið kann ekki að gera ekki neitt. Það er svo mikið, getur verið svo mikið hvíld í því sko. Það er bæði og ró og frið. Hvað myndir að því ég er nefnilega alveg sammálaður með þetta sem þú segir að, og ég finn það bara sjálfur mér, með þetta upplýsingaflæði og maður er með þetta tæki, síman, stanslaust og maður hugsaður einmitt sko, þú veist, ómeðvitað, svo er maður að hlusta á podcastætti og maður og allt í einu stóð ég með því núna fyrir ekkert svo löngu að ég byrjaði að hlusta á tónlist og þá hugsaði ég á, vá, það er alveg, að þú veist, bara vera með eitthvað í eyrunum, það er ekki sama hvort ég er að hlusta á samtal eða tónlist. Nei. Að því tónlistin er einhvern veginn meira, þá er engin partur af heilanum að mér að einbytta mér að því hvað er verið að segja. Nei. Og þá er ég að meðtaka allt öðruvísi, það er meiri slökun í því sko. Miklu meiri slökun, það er alveg álægur út í náttúrunni, þú ert bara að taka móti og slaka á og vera. Og það sem ég þá svolítið verið að spá í sko, þegar maður er búin að setja svona mikið upplýsingum í heilan á sér. Já. Þá þarf einhvers staðar að eiga sér stað úrvinnsla. Úrvinnsla á upplýsingum. Það sem heilin fær kannski svolítið að slaka á og meðtaka allar þessar upplýsingar. Hvar finnst þér sko, þú veist, ég meina, er það í hugleiðslu, náttúrulega, auðvitað gerist það í svefni. Það gerist það langmest í svefni. Já. Sko, draumsvefnin sem að er kannski, er mikill hluti svefns síðla nætur, byrjar oft svona 1,5-2 tími eftir úr sofnar og þar við fyrst að vinna úr upplýsingum og koma þeim fyrir ef þú ert mikið að læra og þarft að leggja mikið á og ferði ekki góðan svefn nóttin eftir þá eiginlega dettur þekkingi bara upp fyrir og þetta er grundvöllurinn og við erum kannski að oflaða þetta kerfi og þunglindi sko fyrst og fremst bara aukin draumsvefn og aukin úrvinnsla og oft þá neikvæð úrvinnsla að við erum ekki að sjá jákvæða punktin í því sem við erum að skoða eða erum að taka fyrir verkefni sem okkur of mikil þá vaknum við þreytt og leið og svo framvegis. Þetta er áhugavert út af því að hvað er að gera sér út af því að er þá of mikil draumsvefn. Já, í þunglindi þá bæði eykst draumsvefnin og innihald draumana verður verkefni sem eru of stór og viðmikil sem getur ekki leyst. Og ein af, bara þunglindislífin sem við notum til að hjálpa við þunglindi, eða eina sem við gera er að bara minnka draumsvefnin. En það er þetta, eins og hugræn atferlismeðferð, hún minnkar draumsvefni líka að læra að setja hlut honum mörk. En svo eru aðraðferðir sem er bara að læra að fara að sofa að setja fyrir sér einhver lítil auðleysanleg verkefni fyrir nóttina. Þegar lítil leysanleg verkefni skapa ánægju og sjálfstraust og orku en stór verkefni geta verið bugandi og En þegar þú segir að setja sér fyrir lítil verkefni fyrir nóttina, ertu það að tala að þú í raun og veru bara segir við heilan á þér hvað hann á að vera eiga við? Já, ég vil ekki eiginlega segja heilan, dagvitundin er bara lítill hluti af því sem að þú ert í stærra samhengi og undirvitundin sem að er á bakvið, hún er náttúrulega eiginlega meiri og stærri og hefur meiri aðgang og hefur meiri processing power. Hún er okkar móðir, eða hvað vil kalla það, og það er hægt að vera í góðu sambandi við þessa innri vitund og fá náttúrulega að leysa fyrir sér vandamál, vinna, verkefni, bæta minni, en ef þú ofleður þetta, þá hrynur kerfið, þá verður veikur, en með því að hugsa bara einfalda hluti, ég var bara í dag og það var eitthvað sem smáatrið sem kom upp á í dag og
það var nú gaman að sjá einhverja skemmtilega lausn á því hvernig ég geti komið að því á betri hátt. Einmitt. Hugsa bara einfalda litla hluti og vera stöðugt að skoða bara daginn, hvernig má gera hann betri. Já. Minnst þetta sko mjög áhugavert sem þú ert að segja, því ég bæði þekki það á sjálfum mér þegar ég farið í gegnum erfið tímabil og líka öðru fólki sem ég tala við, að það einmitt oft snemma morgni, þá vaknaru eða jafnvel vaknaru miðja nótt og þá ert að rúminera eða stanslust hugsa eitthvað sem algjörlega allt og stórt þess að þú getur gert nokkuð skapaðan hluti í því akkurat þá. Þetta eiginlega eins og öfu aðraleysisbæn sko. Já. Þannig að þú ert að rúminera eitthvað sem alveg örugt þú getur ekkert gert í staðin fyrir að einmitt, það einna dagur á morgun og þá gæti ég kannski gert þetta hér og þá, þannig að þetta í raun og veru til þess fallið að festa þig. Hvað myndir þú segja fyrir fólk sem að upplifa svona, sem í einhverju svona lúpum? Jú, það alltaf mjög algengt. Það bara að spyrja sig hvað minnsti partur af þessu vandamáli sem ég geti skoðað og mögulega mikið lausn á. Það að moka fjallinu með teskeið. Einmitt. Bara að brjóta verkefni niður í auðveldlega leysanlega lausnir, sko. Og það hérna. En hvað að því þú talar undirvitundina? Þetta er náttúrulega alveg stór áhugavert fyrirbæri. Já. Er það því að við töluðum svolítið í fyrsta þættinum sem við gerðum saman hugvíkandi efni? Já. Eru hugvíkandi efni að vinna með undirvitundina? Já, það bara skemmtilega sko orðað hjá þér. Það er eins og sko hugvíkandi efnin opni hugan inn í það sem við erum að gera bara í draumum. Og það verður svona meðvitu tengsl og alveg eins og í drauminu þetta vakna úr ástandinu, það er ekkert mál að fara inn og út en auðvitað eins og rannsóknir sýna að mjög merkileg fyrirbæri en ef þú setur þér ekki eitthvað verkefni til að vinna með þá er þetta bara eins og bara einhver túrismi, eins og einhver fríkaðu túrismi þú verður að fara inn á við með einhverju markmiði en líka hlusta það sem upp kemur með auðmýkt og vera tilbúin að læra. Er það sko að því maður náttúrulega mjög mikil vakning í þessu Íslandi núna, náttúrulega ráðstefna í janúar og einmitt búið að vera alls konar umræða í allar áttir, bara allt frá fólki sem að tala að þetta hafi bara bjargað í algjörlega yfir í fólk sem bara talsvert mótfallið þessu og svona. Menn hafa ágjörað þessu skiljanlega og samt ekki. En eitt af því sem maður er að hugsa sko því svo ég tala nú bara opinskátt, sko, ég hef prófað suma þessum efnum og það sem ég upplifi er að ég fæ aðgengi að ákveðnum hlutum og það sem getur gerst er að þú fær aðgengi að einmitt bara þínu betra sjálfi og undirvitundinu og þér kannski sagt þetta er það sem þú þarft að fara að gera, kalli minn og ef ég fer síðan ekki eftir því, sko þá geti ég jafnvel farið að hægt og róla á aðeins verri stað af því þegar þú ert með meiri vitneskju eitthvað en þú gerir það samt ekki þá er þetta einhvern veginn að því maður frá hugsa ég held að þekki margir fólk sem hefur kannski farið oft í hugvíkandi efni og á einhverjum punkt er það jafnvel ringlaðar en nokkru sinni fyrir, sko. Já, þetta er góður undirbúningur, þetta er góð stuðningur í ferðalaginu og eins og þú veist að henda að það þarf að vinna úr þessu eftir, sko, hugmyndir sem koma upp, tilfinningarnar sem koma upp, lausnirnar sem koma upp, hversu raunhæfar er þar, hvað get ég gert þess að koma þeim í verk eða hlusta á þar. Stundum er það bara ekki, sko. Nei. Og maður má ekki vera með ómikla fullkomna áróttu að krefjast þess að maður fylgi öllu sem upp kemur, maður þarf að vera raunhæfur og sjá hvað er hægt að gera. Það sem er áhugaverð, sko, þau deili aðeins að sjálfum mér, það sem er komið upp hjá mér er í raun að vera bara að þetta vinnur með líkamann líka, sko. Þá fæ ég svo sterkt, sko, þú þarfst bara að slaka á bara að slaka á, kalli minn. Akkurat. Og það er oft fyrir einhvern veginn svo mig, sko, það er erfiðast að öllu að gera ekkert. Akkurat. Og þá er svolítið hvað, að fá svolítið þær upplýsingar að þú eigi bara að gera minna. Já, bara hvíla taugakerfið og gera minna og þá getur það svolítið trikki, sko.
Það getur verið mjög trikkið sérstaklega að maður svolítið ofvirkur. En þá höfum við ýmsar aðferðir úr þessu í andlegum hefðum fyrir, því að það eru eiginlega mjög mikið af fólki sem með erfiðleika sem sækir á andleg mið og mikið af andlegum skólum hafa þróast og nota óróleikan til þess að vinna með. Til dæmis bara í kínverskum andlegum hefðum þá mjög merkileg hefð sem heitir Tai Chi. Það sem þú gerir sem þú þekkir einhver leyti það ekki. Jú. Sem það sem gerir lærðar hreyfingar, það kannski 108 þrep eða eitthvað svoleiðis. Þú gerir það eins hægt og þú getur og leyfir þér að vera í mómentinu að því þú kannt ferðalagið, þú kannt leiðina og það reyna að vera til staðar án þess að flýta þér, án þess að vera stífur, án þess að trufla, að reyna að vera frjáls í flæðinu, Önnur æfing bara eins og í hindusku jóga að hlusta á andardráttinn og reyna að vera með honum, við getum sagt bara eins og móðir, en trufla hann ekki flýta honum, ekki hæja á honum, ekki trufla hann. Því hugurinn hættir svo flott að grípa inn í. En þetta vandarsamt þegar hugurinn órólegur, en sumir fá frið í því að hafa einhverja rólega handavinnu, fara út á ganga, ekki til þess að fara einhverja ákvörðuna leið, heldur bara vera í göngu. Það svona að finna sér leiðir sem að höndla þennan ófrið sem býr í okkur. Er það mikilvægt fyrir að því þú svolítið sérhæfið í fólki með ADHD og ofvirkni? Já. Er mikilvægt þar einmitt að búa til agaðan ramma með hreyfingu og öðru til að einmitt beisla þennan órólega huga? Passlega agaðan ramma, þetta vandarsamt því að það nýja nafni með ADHD eða allirsbrest bara meiri breytileiki að fólk stundu bæði ofvirt og vanvirt, bæði út á við eða inn á við, bæði eins og ég kalla útkvert og innkvert, að við þurfum að finna jafnvægi milli þessara tveggja þátta og ef við sumir hafa mikla þörf fyrir rútínu og aðri fyrir mikinn breytileika en flestir fyrir eitthvað jafnvægi milli rútínu og breytileika. Þannig að ef þú ætlar að búa þig til eitthvað mikinn aga þá hrynur kerfið. Þannig að hugsa þetta svolítið sveigjanlegt. Töluðum síðast þetta kerfi heilbrigðiskerfið og hversu mikið þessar tölur allar að fara upp. Já. Og ef ég man rétt þá varst það svolítið að tala að við værum að nálgast tíma þar sem ekkert kerfi að fara að ráða við. Það löngu komið yfir það. Löngu komið yfir það. Já. Það á öllum Vesturlöndum þá talið að sig ekki nema kannski 15-20% af geðheilsu þörfinni sinnt. Og hitt verður aldrei sinnt. Og þetta náttúrulega mjög alvarlegt mál á Vesturlöndum því að þessi stóri hópur sem á við eitthvað geran vandamál að stríða, hann veldur 15% skerðingu á landsframleiðslu. Þannig að þetta kostar þjóðfélagið mjög mikið. Þú að tala í formi bara þess að fólk getur ekki verið á vinnumarkaði og Já, það náttúrulega veikasta fólki en ég ennþá kannski frekar að tala það veikasta fólki sem fær bestu meðferð. Já, ég skil. Skilurðu? Þannig að þegar þú segir að 15-20% af þörfinni sé sinnt, þá ert að tala þann hóp. Já. En það hitt fólki sem kannski vinnandi en meira frá vinnu, skilurðu, það lendir í alls konar vandræðum í lífinu. Og vegna þeirra vandra og vegna tíma frá vinnu og svo framvegis eða ég get ekki afkasta eðlilega og svo framvegis að það hefur mjög mikil áhrif á þjóðfélagið allt. Ég nýbúin að taka viðtalinn en bara birtaði í dag við strákaða mann sem heitir Tryggvi Hjaltason sem greinandi á CCP og hann búin að vera mikið að stúdera snjallsímanótkun. Snjallsímanótkun. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að fyrir börn og unglinga sé þetta eiginlega bara stærsta einstaka breytan í. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.